7. dagskrárliður er endurskoðun mannauðsstefnu Akureyrarbæjar og það er bæjarstjóri sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Drög að mannauðsstefnu bæjarins voru send út með fundagögnum og ég ætla nú ekki að fara alveg grundigt yfir það. Ég tel að bæjarfulltrúar hafi kynnt sér þessi mál. Ég ætla rétt að greina svona frá verklaginu við þessa vinnu og þeim áherslum sem að koma fram í stefnunni, en fer ekki alveg ítarlega ofan í hvern lið. En síðastliðið sumar þá var skipað starfshópur til þess að vinna að endurskoðun á starfsmannastefnu bæjarins sem var frá 1999 og var svona aðeins komin til ára sinna á okkar mati. Og þennan starfshóp skipuðu Björg Sigurvinsdóttir, leikskólafulltrúi á skóladeild, Dagný Harðardóttir, skrifstofustjóri Ráðhúss, Dögg Harðardóttir, deildarstjóri hjá öldrunarheimilum Akureyrar, Hólmkell Hreinsson, amtsbókavörður, Ingunn H. Bjarnadóttir, verkefnastjóri starfsþróunar sem var formaður, Ólafur R. Torfason, forstöðumaður á búsetudeild, Sædís Gunnarsdóttir, verkefnastjóri fasteignaskráningar og Úlfar Björnsson, skólastjóri á Glerárskóla. Og með starfshópnum störfuðu þau Gunnar Frímannsson og Kristjana Kristjánsdóttir, verkefnastjórar. Og ég vil nota tækifæri hér og þakka þessu ágæta fólki fyrir mjög vel unnin störf og góða vinnu í þessu verkefni. Þessi hópur var skipað víða að úr kerfinu eins og mátti sjá og kom með reynslu og þekkingu þarna inn hvert úr sinni deild. En leiðarljós vinnunnar var samkvæmt erindisbréfi yfirlýsing í samstarfssamningi Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks meirihlutasamstarf í bæjarstjórn Akureyrar 2006-10 og það stendur: góðir starfsmenn eru auður bæjarins og ánægja þeirra með starfsaðstæður sínar er forsenda góðra þjónustu. Lögð verður aukin áhersla á starfsmannamál með það fyrir augum að bæta starfsaðstæður og auka starfsánægi og hæfni starfsfólks. Og hópurinn átti samkvæmt erindisbréfi að kanna stöðu og framkvæmd einstakra markmiða í núgildandi starfsmannastefnu, gera tillögur skýr og raunhæf markmið í starfsmannamáli sem taki meðal annars til þátta eins og sveigjanlegs vinnutíma og heimavinnu starfsmanna, skilgreina fáar og afmarkaðar aðgerðir sem grípa þarf til þvert yfir alla vinnustaði bæjarins til að ná markmiðum starfsmannastefnunar og síðan yfirfara ákvæði sem varða starfsmannamáli gildandi reglum bæjarins og gera athugasemdir ef þau stríða gegn settum markmiðum starfsmannastefnunar. Hópurinn hóf störf í september og fundaði vikulega fram í desember eða alls 15 sinnum. Ýmsir aðilar voru kallað til samráðs, svo sem jafnréttisráðgjafi, bæjarlögmaður og starfsmannastjóri. Hópurinn lagði til breytta uppsetningu á stefnunni þar sem að markmið og aðgerðir til að ná markmiðunum eru sett fram með mjög skýrum hætti. Og meginmarkmið stefnunar er að tryggja annars vegar hæfni og hins vegar starfsánægju starfsfólks. Og hverju undir markmiði fylgja ákveðnar aðgerðir og tilgreindir eru þeir aðilar sem bera ábyrgð á framkvæmd þeirra. Og almenn réttindi starfsmanna eru tilgreindir sérstökum kafla í lok stefnunar plaggsins og ásamt þeim skildum sem starfsfólk hefur gagnvart Akureyrarbæ. Og að lokum eru setta fram aðgerðir til þess að tryggja eftirfylgni með stefnunni. Og hópurinn lagði til að stefnan yrði kölluð mannauðsstefna í stað starfsmannastefna og er það í samræmi við þróun almennt í þessum málaflokki. Miðjan desember kynnti hópurinn fyrstu drög að þessari stefnu á fundi stjórnsýslunefndar og hún var aftur rædd á fundi nefndarinnar 28. janúar og þá vísað til umsagnar embættismannafundar. Þar voru rædd í byrjun febrúar og óskað að stjórnendur tæki þetta til umræðu með starfsmönnum sínum. 11. febrúar voru drögin kynnt fyrir starfsfólki í bæjarins og óskað eftir athugasemdum. Þau voru send með tölvupósti til starfsfólks og einnig kynnt í starfsmannahandbókinu á heimasíðu Akureyrarbæjar. Og það bárust mjög margar athugasemdir í þessari vinnu. Og hópurinn nýtti sér margar þeirra við loka frágang stefnunar. Áskorun í þessi verkefni er að gera stefnu sem nær utan þann víðfeðmarekstur sem bæjarfélag hefur með höndum. Allt frá sorphirðu og framkvæmdamiðstöð með verklega framkvæmdir yfir í sólarhrings umrunarstörf og síðan að fræðslu og umsjá barna og unglinga. Og ég tel að hópnum hafi tekist ágætlega að ná utan þetta verkefni. Einstaka vinnustæði, til dæmis skólar og öldrunarheimilin, geta síðan byggt á þessari sameiginlegu stefnu og marka sér áfram sínar áherslur eins og hver vill. Og stefnan var síðan tekin aftur eftir þetta umsagnarferli starfsmanna. Hún var tekin aftur fyrir á stjórnsýslunefndarfundi þann 4. mars síðastliðinn og þar sem að sú nefnd samþykkti drögin og vísaði þeim hingað.
Ég er mjög stolt af þessari stefnu og verklagi og ég vonast til þess að hún reynist gott og mikilvægt tæki til þess að halda utanum þann mikla mannauð sem við erum svo lánsöm að búa að. Hermann Jón Tómasson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég stend hér upp fyrst og fremst til þess að fagna því að þessi stefna skuli nú vera komin hingað í bæjarstjórn til afgreiðslu og samþykktar trúi ég. Ég vil taka undir orð bæjarstjóra það að verklagið allt við vinnu þessara stefnu að mínu mati til fyrirmyndar. Þarna vann öflugur hópur starfsmanna, fundaði oft og vel og skilaði mjög góðu verkefni. Samráð við stjórnsýslunefnd eða okkur kjörna fulltrúa annars vegar og síðan við starfsmenn bæjarins var í ágætu horfi einnig og niðurstaðan að mínu mati góð og einföld stefna sem á að vísa okkur veginn varðandi það hvernig við viljum að Akureyri sem vinnuveitandi hlúi að starfsmönnum sínum. Að sjálfsögðu það þannig að eins og líka kom fram í máli bæjarstjóra að þetta auðvitað fjölbreytt störf sem eru unnin á vegum bæjarins, mjög mismunandi og vinnu aðstæður að sama skapi mismunandi og þar af leiðandi erfitt að setja fram sértæka stefnu það hvernig búið skuli að starfsmönnum, þannig að stefnan að vissuleyti almenn en hún getur síðan verið leiðarljós fyrir einstaka stofnanir sem að útfæra þá nánar þau atriði sem að þarf í hverju tilviki fyrir sig. En fyrst og fremst yfirlýsing ánægju með verkið, þakkir til þeirra starfsmanna sem unnu að því og hvatning til bæjarfulltrúa það að taka undir þessa stefnu og samþykkja með okkur. Takk fyrir. Jóhannes Bjarnason tekur til máls. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, ég tek það bara á lofti þessa hvatningu frá formanni bæjarráðs og vil þakka fyrir góða vinnu þessa starfshóps. Ég trúi því vel að bæjarstjóri sé stoltur af þessu framlagi. Þetta afskaplega vel unnin stefna. Hún kemur inn á óhemju mörg svið starfsmannahalds. Hún kemur inn á alla þá þætti sem í raun og veru þarf að huga að hjá jafn fjölbreytilegum vinnustað og Akureyrarbær Það hefur tekist ákaflega vel til að mínu mati við að ramma inn þau atriði sem þurfa að koma fram í þessari stefnu sem auðvitað lykilatriði í vinnunni og undirbúningnum. Það sem hins vegar mikilvægast núna á þessum tímapunkti, þar sem við höfum þessa sérlega vel unnu stefnu, það eru loka orð stefnunar, það er að segja eftirfylgni og aðgerðir. Þannig að þessi mannauðsstefna, að hún kom okkur þá að því gagni sem að hún getur, svo auðvitað gert ef að henni fylgt eftir á þann hátt sem að þarf. Ég hef enga ástæðu til að ætla að svo er ekki gert. Það er ágætlega tilgreint hér í textanum í lokin hver ber ábyrgð á að framfylgja einstökum þáttum og í trausti þess að svo verði þá er ég afskaplega glaður, ekki síst sem starfsmaður Akureyrarbæjar út í grunnskólanum, að sjá þetta plagg og reikna með því að það horfi til betri vegar í framtíðin í starfsmannamálum bæjarins og að á flestan hátt vel hafi verið haldið á málum hingað til. Helena Karlsdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara taka undir með þeim sem hér hafa talað. Þetta er ákaflega vel unnin stefna, hún er vel uppsett og hún er mjög skýr og tekur á mjög mikilvæga þáttum. Stefnan ætti einnig að verða hvatning fyrir starfsmenn bæjarins til þess að efla getu og mátt þeirra, þannig að þeirra auður nýtist til fullnustu þeim og bænum til hagsbóta. Markmiðið er að Akureyrarbær og hjá Akureyrarbær starfi hæft og ánægt starfsfólk, en með hæfni og þekkingu eru starfsmenn betur í stakk búnir til að skapa og miðla þekkingu og auka þannig samkeppnishæfni og lífsgæði á þeirra eigin forsendum. Þessi gildi sem að höfð er að leiðarljósi í stefnunni eru mjög góð.
því að það er undir starfsmönnum sjálfum komið, hvernig þeim líður og hvernig þeir rekast í starfi. En ánægja og velferð starfsmanna er það sem skiptir máli og hefur áhrif á framleið, árangur og svo framvegis. Og rannsóknir hafa sýnt að það er ekki launakjörin sem að menn og starfsmenn hafa sett í fyrsta sæti, heldur er það fyrst og fremst ánægja og starfsumhverfi. Og því skiptir máli að hlúa vel að starfsmönnum. En ég vil bara taka undir og fagna þessari stefnu. Henni er ætlað að laða það besta fram hjá starfsmönnum og ég vil færa starfshópnum bara bestu þakkir fyrir þessa góðu vinnu. Baldvin H. Sigurðsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er mjög ánægður með þessi drög að mannauðsstefnu hér og ég vona að þessi markmið nái fram að ganga sem eru þarna sett og starfsfólki okkar líði sem best í vinnunni. Þó hefur mér alltaf fundist hjá stórum fyrirtækjum að ef að starfsmenn hafa staðið sig vel í vinnunni sinni margra ára skeið kannski, þá geti þeir hækkað sjálfkrafa í tign innan vinnustaðarins án þess að þeir séu auglýstir opinberlega og af einhverjum ástæðum ef að losnar og ef að starfsmaðurinn hefur til þess menntun og reynslu. Og ég held sko að það muni verða til þess að fólk leggja sig enn betur fram og hafi meiri áhuga á störfum sínum fyrir bæinn og bæjarbúa. Og svo hefur mér alltaf fundist að þó að fullfrískt fólk verði 70 og langi til að vinna lengur, þjóðin verður eldri og hraustari með hverju árinu og það er nú kannski óþarfi að parkera fólki sem er með óskerta starfsgetu þó það sé 70 og það getur beinlínis verið hættulegt fyrir að við svona mistum ekki áratuga reynslu og þekkingu í burtu ef starfsmaðurinn óskar að halda áfram. En allt annað þá leist mér vel á skýrsluna og ég hugsa sé bara okkur til sóma á allan hátt. Orðið er laust 7. lið. Það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs. Hér liggur fyrir tillaga frá stjórnsýslunefnd til bæjarstjórnar staðfestingu á þeirri drögum að mannauðsstefnu sem að bæjarfulltrúum voru send og kynnt. Ég bið þá bæjarfulltrúa sem að samþykkja drögin að gefa merki. Takk fyrir. Samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum.